Deiliskipulag Landspítalareitsins við Hringbraut ber ekki það byggingamagn sem þar gert ráð fyrir, að mati fyrrverandi formanns Arkitektafélags Íslands. Hann segir stórslys í uppsiglingu. Fyrrverandi formaður Arkitektafélags Íslands segir deiliskipulag Landspítalareitsins við Hringbraut vera stórslys í uppsiglingu. Reiturinn muni aldrei bera allt það byggingamagn sem deiluskipulagi gerir nú ráð fyrir. Reykjavíkurborg hefur auglýst tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Landspítala við Hringbraut en frestur til að skila ábendingum og athugasemdum rennur út 4. september. Reiturinn 17 hektarar að stærð en þar nú gert ráð fyrir 290.000 fermetra byggingamagni á lóðinni fullbyggðri, þar af 220.000 fermetra í nýbyggingum undir Spítalann, Háskóla Íslands, bílastæði og aðra starfsemi. Fyrrverandi formaður Arkitektafélags Íslands segir að reiturinn beri alls ekki það byggingamagn sem deiliskipulagið gerir ráð fyrir. Við vorum aðtöða það að þegar ákveðið var að staðsetja spítalann hérna, það akkurat 10 ár síðan, það var í janúar 2002, að þá var við að tala 120.000 fermetra. Í dag erum við að tala 290.000 fermetra, en ekki nóg með það. Þá var talað að þetta lendi hér á 3 stórum lóðum sem eru hérna í grendinni. Nú þetta allt komið hér bara ofan í spítalann á eina lóð. Guðlaugur segir skipulagslegt stórslys í uppsiglingu verði hugmyndirnar að veruleika. Ef við tökum allt Fellahverfið, öll íbúðarhúsin þar og skólan og verslunarhúsnæðið og alla bílskúran og allt saman, ef við bætum verslunarmiðstöðinni Mjódd við og húsin sem eru sunnan við hana og íbúðarhúsið og kirkjunni og öllu saman, ef við tækjum það og setjum það hér niður, það sama byggingmagn. Allt og mikið, þetta er alveg út í hött. Hönnunarstjóri nýja Landspítalans segir að byggingarnar við Hringbraut verði ekki of stórar. Fyrsti áfangi verksins tæki mið af þörfum. Umferð verði ekki vandamál. Fyrrverandi formaður Arkitektafélagsins gagnrýndi í fréttum helgina að áform nýja spítalann hefðu vaxið úr 120.000 fermetrum í 290.000 á 10 árum, kallaði það skipulagsslys. Hönnunarstjóri spítalans segir arkitektinn bera saman epli og appelsínur. Fyrsti áfangi nýja spítalans nú 75.500 fermetrar til viðbútar þeim 73.000 fermetrum sem fyrir eru. Nýbyggingin samanstendur af sjúkrahóteli, rannsóknarhúsi og meðferðarkjarna. Hins vegar munu nærri 48.000 fermetra nýbyggingar til viðbótar tilheyra Háskóla Íslands og Reykjavíkurborg, auk 53.000 fermetra bílageymslu, samtals ríflega 220.000 fermetrar. Seinni áfangi gerir hins vegar ráð fyrir tæplega 57.000 fermetrum í viðbót, en alls óvíst hvenær ráðist verður í gerð hans. Ráðgjafarfyrirtæki hafa metið þörfina mun minni, Ementor mat hana mesta, allt að 180.000 fermetra. En af hverju hafa byggingarnar stækkað? Sú stækkun hins vegar fyrst og fremst tæknirými. Það aukin tækni þörf frá því sem að var jafnvel fyrir fáum árum síðan og það útskýrir hluta af stækkunni. Megin hluti þó þessi viðbótarrými sem núna eyrnamerkt Landspítalanum sérstaklega þróunar svæði til framtíðar. En þetta mikil framkvæmd. Setjum stærð húsanna í hlutföll sem flestir þekkja. Þetta meðferðarkjarninn sem hýsir skurðstofur, bráðamóttöku, gjörgæslu og fleira. IKEA húsið hérna í Garðabænum rúmir 145 metrar á breiddina. Það aðeins styttra heldur en meðferðarkjarninn svokallaði sem við sáum á kortinu þarna áðan. Það hús verður eitt af stærsta á nýju Landspítalalóðinni. Það verður 2 sinnum hærra en IKEA. Við erum að skipuleggja þessi hús í sömu hæð og verið að gera mjög víða í löndunum í kringum okkur. Við erum alveg á sömu nótum og verið að gera til dæmis í Stokkhólmi í dag. Þá sé það stefna borgarinnar að þétta byggð. Gert ráð fyrir 12.000 fleiri bílum inn á svæðið en nú Helgi Már segir það ekki vandamál. Umferðarmannvirkin voru byggð með þetta í huga. Og nei, við höfum ekki áhyggjur af því og undir það taka bæði vegagerð og umferðarsérfræðingar Reykjavíkurborgar. Frestur til að skila inn athugasemdum við deiliskipulagið rennur út þann 4. september. Fyrirhugaðar framkvæmdir við nýjan Landspítala eru illa ígrundaðar og í anda ársins 2007. Þetta segir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sem hefur miklar efasemdir verkefnið. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins furðar sig á því að ekki liggi fyrir áætlaður heildarkostnaður við uppbyggingu á Landspítalareitnum. Fyrirhugaðar framkvæmdir séu illa ígrundaðar og í anda ársins 2007. Fyrirhugað að framkvæmdir við fyrsta áfanga nýja Landspítalans hefjist á næsta ári. Kostnaður við hann áætlaður 45 milljarðar króna, en þar ekki gert ráð fyrir alltaf 10 milljarðar króna kostnaði við endurbyggingu og viðhald á eldri byggingum.
Gert ráð fyrir að 220.000 fermetrar af nýbyggingum rísi á svæðinu til framtíðar undir Spítalann, Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg og bílastæði. Arkitektar og fleiri hafa sagt að reiturinn þoli ekki slíkt byggingamagn. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sama sinnis. Það ekki lengur 2007 og út allan bæ eru verktakar og þeir sem að byggja upp og einkaaðilar eru að byggja á hóflegri hátt og skynsamlegri hátt heldur en við vorum að gera hérna fyrir bankahrunið og mér finnst að það ætti að gera það líka hér. Gísli telur að hægt væri að sinna húsnæðisþörf spítalans næstu 20 árin með því að reisa nýja álmu norðan Hringbrautar við viðbyggingar spítalans en svo hugmyndir ekki nýja nálinni. Gísli segir umhugsunarvert að áætlaður kostnaður við heildaruppbyggingu Landspítalareitsins liggi ekki fyrir. Ef það stendur ekki til að byggja þennan annan áfanga eða menn ætla sér ekki einu sinni að gera kostnaðamátt af því hvað það kostar. Af hverju erum við þá ekki bara með deiliskipulag hér af fyrsta áfanga, af bara viðbyggingu við núverandi byggingar og þá myndum við til dæmis aldrei setja þá byggingu niður þar sem að núna áætlað að hún komi. Þannig að maður spyr sig bara út frá almennri skynsemi. Er þetta akkurat það sem við þurfum að gera núna eða gætu við komist af með hóflegri og skynsamlegri uppbyggingu akkurat á þessum tíma?